Og við ætlum að fara aftur á Bessastaði, þar sem að Sigríður Hagalín og þar eitthvað fólk með skilti og fána. Já, hér á Bessastöðum voru nokkrar manneskjur staddar hérna fyrir utan Bessastaði sem voru með fána og kröfuspjöld og kröfðust þess að forsetinn vísaði Icesave lögunum til þjóðaratkvæðagreiðslu. Og við höfum hitt hérna tvo þessara mótmælenda. Þetta Sigurður Haraldsson og Hulda Eyjólfsdóttir og ég ætla bara að biðja því að spyrja ykkur hver ykkar viðbrögð við þessari ákvörðun forsetans? Ég svo himinlifandi glöð að ég geti dansað hérna fyrir ykkur. Þetta mjög fínt. Alveg stórkostlegt. Lýðræði það gildir. Ég hafði smá áhyggjur, en þegar hann sagðist ekki allar skrifundir, þá fékk ég gæsahúð fyrir okkur. En þjóðarinnar. En þið haldið ekkert að þjóðin sé búin að fá nóg af því að greiða atkvæði Icesave? Já, ef það þá illa fyrir okkur komið, vegna þess að þetta það mikið mál að við getum ekki farið að segja að við viljum ekki kjósa það. Þetta allt stórt mál. Þetta mál sem að skiptir öllu í fjárhag okkar til framtíðar og að reyna að stoppa það sem í gangi með peningavaldið. Og þetta skiptir máli fyrir komandi kynslóðir. Hugsaði þessi blessu börn sem að fæðast í dag, að þau verða að borga þessu samt til að vera 35 ára. Við þakkum ykkur bara kærlega fyrir. Þetta voru... Húrra, húrra, húrra! Sigurður Haraldsson og Hulda Eyjólfsdóttir hér á Bessastöðum. Við kveðjum héðan að sinni. Takk fyrir það, Sigríður, og við erum með Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Framsóknarflokksins í símanum. Hann í Brussel. Sigmundur, þín fyrstu viðbrögð við ákvörðun forsetans? Já, ég náttúrulega mjög sáttur við þessa niðurstöðu og til hann að vera alveg í samræmi við það sem á undan í gengi, sem sagt aðdraganda þess að forsetinn tekur þessi ákvörðun. Hvað þið? Ég ætla bara að spyrja þig, hvernig metur stöðu ríkisstjórnarinnar? Þessi ríkisstjórn ætti náttúrulega að vera fallin nokkrum sinnum. Nei, ég að tala sérstaklega í samhengi við ákvörðun forsetans núna. Já. Nú vil maður held ekki að þessi atkvæðagreiðsla þetta mál fara að snúast líf ríkisstjórnarinnar. Þannig að það kannski óheppilegt að blanda því saman. En hins vegar ríkisstjórn sem ætlaði að reyna að hrifsa aftur til sín þetta mál og vildi ekki leyfa almenningi að úrskurða það eftir að forsetinn var búinn að vísa því til þjóðarinnar. Mér finnst hún hafa fengið mikinn áfellistóm og það bara þá enn eitt atriði sem bætist við og til þess fallið að sýna fram á að þessi ríkisstjórn ætti að vera farin frá fyrir löngu. Sigmundur Davíð, þakkaði kærlega fyrir og hingaði myndveri til okkar komið Þór Saari, fulltrúi hreyfingarinnar. Þór, velkomin hingað, þín fyrstu viðbrögð. Já, ég mjög ánægður með þessa ákvörðun. Við höfum lengi talað fyrir notkun þjóðaratkvæðagreiðslna og þetta mál þess eðlis að það verið að velta einkaskuldum yfir á almenningi í landinu. Bursi frá eðli málsins, ef við erum að tala ákvörðun forsetans í dag, að þá tekur hann ákvörðun að vísa til þjóðarinnar málið sem að 70% þingmanna hafa samþykkt. Samrýmist það að fullu þingræðisreglum? Að sjálfsögðu gerir það. Ég meina stjórnarskráin alveg skýr það með hvaða hætti forsetinn fer með vald sitt. Nærri því helmingur þingmanna vildi að þetta færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það tókst ekki að fá það í gegn. Stór hluti þjóðarinnar í skoðanakönnunum vill fá að greiða þetta þjóðaratkvæði. Menn eru alltaf svo hræddir við þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég átta mig ekki á þessum ofboðslega ótta manna við það. Það einfaldlega verið að tala hér að spurja þjóðina álits í mjög mikilvægu máli. Og það bara eðlilegasti hlutur í heimi, Bogi, að gera það. Það ekkert óeðlilegt við það. Og að tala eins og Jóhanna og Steingrímur gerðu hér áðan, að nú ég bara að keyra þetta í gegn á helst innan við mánuði, með örugglega einhverjum massívum áróðri af hálfu stjórnvalda sem eru búin að halda hverju fram. Hér verður kúpa norðursins, hér botnfrýs allt, hér fer allt til fjandans, það verður óöld og óáran. Þau hafa bara haft rangt fyrir sér. Og stjórnvöld í þessu máli, alveg frá minnihlutastjórninni sem Framsókn studdi, hafa Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon komið fram í þessu máli af óheilindum og með hálfsannleik á öllum stigum þess. Reynt að nota hræðsluáróður endalaust
Það búið að reka þau með þetta tilbaka hvað eftir annað. Fyrst af Bretum og Hollendingum, svo einu sinni af 98% þeirra sem greiddu atkvæði. Þau eiga bara að skamma sín héðan í frá með þetta mál og í rauninni þegja þangað til að þjóðin búin að greiða það atkvæði. Þú ert að tala að hraða þessu máli í gegn á mánuði. Viltu hafa lengri aðdraganda að þjóðaratkvæðagreiðslunni eða? Já, sko nú það undir innanríkisráðuneytinu og innanríkisráðherra komið að kynna þetta. Finnst þetta óeðlilega stuttur tími? Mér finnst þetta óeðlilega stuttur tími. Þetta bara flókið mál og það þarf að undirbúa kynningu á því mjög vel til þess að fólk skilji hvað það snýst. Það það sem ég að segja. Það liggur ekkert á með það. Það hefur legið fyrir alveg frá fyrstu hendi eftir að samninganefndin kom heim síðastliðið haust að það ekkert sem að liggur á með það. Þannig að nú eiga menn bara að vanda sig. Innanríkisráðuneytið á að sjá veglega og góða kynningu á þessu og leyfa þjóðinni að taka upplýsta ákvörðun. Við eigum ekki að þurfa að sitja undir endalausum hræðslu áróður í ríkisstjórnarinnar sem búin að vera með skottið á milli fótanna mjög lengi í þessu máli. Og ég gerir ráð fyrir því að þú og hreyfingin ætti að taka fullan þátt í kosningabaráttunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Við höfum ekkert rætt það ennþá, hvað við gerum. Ég tel almennt hvað varðar þjóðaratkvæðagreiðslur og stjórnmálaöfl ættu kannski að halda sig meira til hlés og bara lýsa því yfir hver þeirra afstaða en að taka ekki beint þátt í kosningabaráttu. Þetta þjóðin sem á einfaldlega að fá að leggja mat á þetta í friði og ró fyrir stjórnmálamönnum. Það búið að taka þetta frá stjórnmálamönnunum núna og nú eigum við bara að sýna sóma okkar í því og ekki síst ríkisstjórnin og halda sig á hliðarlínunni. Þór Sari, takk fyrir að koma hingað til okkar í myndverið.